Sigrún, hörkuleikur, eigum við að segja að þetta hafi einfaldlega bara verið of dýr mistök sem þau voru að gera á endasprettinum? Ég meina, þau voru náttúrulega rándýr og svo kannski mistök í gegnum alla leiki sem voru dýr og telja náttúrulega líka í endanum. Kannski að við hefðum fækkað þessum mistökum í öllum leiknum frá upphafi. Það náttúrulega hefðu þessi mistökin í endan kannski ekki þurft að telja jafn stórt að þau telja. Hörkuleikur hérna, rosalega kaflaskiptur fyrri hálfleikurinn, en í síðari hálfleik þá virtust þið samt vera við stýrið. Hvernig svona dettið þið úr bílstjórasætinu? Hvað gerist? Hvað er það nákvæmlega? Já, við vorum náttúrulega, já, mér fannst við vera með leikinn alveg framan að, svo kannski, ég veit ekki, karakter, sjálfstraust, eitthvað. Við vorum að efast, Líli náttúrulega með tröllana í kringum okkur, alla bæði þær og okkur og já, við höfum ekki verið svolítið hrædd við að gefa boltan í kringum hann og hræddar við að tapa honum. Ég meina, það gerist ekkert annað við töpum boltanum, við þurfum bara að vera sterkar með boltan í kringum hann og láta hann að hoppa og gefa þá, fake a pass to make a pass, þetta er einfalt. Vantar, með það sem þú ert að segja, vantar meiri grimmd í þetta káli? Já, þetta er að koma finnst mér en kannski vorum við svolítið hræddar undir lokin hérna sem að, taldi náttúrulega dýrt skilur en eins og ég sagði áðan, þá eru öll mistök náttúrulega dýr þegar það er að koma á, ein stór mistök eru svona rándýr. Sigrún, hvernig blasir deildin við þig núna? Þetta virðist vera eitt hræri grautur sem ómögulegt er að spá í. Sérðu það kannski svolítið svoleiðis? Já, geta allir unnið alla, það er bara þannig. Ég held að sé ekki, Keflavík er eina lið sem er búið að vinna alla leikina en þeir eru ekki búin að mæta öllum liðum í deildinni svo mér sýnist bara allir geta unnið alla. Svo ræðist þetta bara örugglega að loka sprettinum hvernig þetta fer. Ja, Íris, sigurinn loksins komin í hús sem allir voru að bíða eftir. Svakalega erfið fæðing. Já, þetta er bara búið að vera rosalega erfið eftir að tímabili byrjaði. Þetta var rosalega gott undirbúningstímabil hjá okkur. En vonandi fengum við núna loksins eitthvað smá svona spark í rassinn þannig að þetta er komið núna. Einhver svona neisti til að kveikja í þessu liði sem var spáð öðru sætinu í deildinni? Já, það er alveg komið tíma á það sko. Staðan á sjálfur, ertu orðin 100%? Já, svona. Ég er bara rosalega ánægð að vera komin tilbaka eftir 1,5 ár. Það er töluverð fjárvera. Já, ég er búin að bara kíkja í fingurnar allan enn tíma. Þetta er búið að vera mjög erfitt en alveg þess virði að koma tilbaka. Það er virkilega gaman að sjá þig aftur á vellinum og ég efa það ekki að þú sért að fara að leggja mikla vinnu í það að sína það sann að liðið eins og Haukar með þennan hóp, það var nú ekki heima við botnin, eða? Nei, nú er þetta bara upp á við. Það var þetta svona neistinn sem við þurftum, þannig að núna er þetta bara, þurfum við bara að halda áfram og fara að vinna þessi lið.